Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Lalli, ég ætla að segja enn og aftur til hamingju með deildarmeistaratitilinn, til hamingju með sigurinn í kvöld. Hvernig var tilfinningin í Laugslúk? Og bara ótrúlega góð sko, og bara takk fyrir það Palli og bara sömuleiðis. Lalli, leikurinn í kvöld var rosalega skrítinn. Þetta verða einhver klísja með að tala um skrítna leiki. Ef að þú væri með mikrofóninn, hver væri óskaspurningin? Sko, þú ert að spila á móti liði eins og Vestra. Þeir eru með svona taktískt lið. Þannig að þeir reyna, þeir skiptum varnir, fara í svæðisvörn og er að nýta svona sína styrkleika mjög vel. Eru með manni hérna inn í miðjunni og það er mjög erfitt fyrir okkar stórumenn að nýta sér það. Sko, þannig að það er svona ákveðið pláss inn í miðjunni sem verður bara ónýtt. Þannig að svona sóknarleikurinn verður svona kauðslegur. Við náðum að bregðast við því með að setja Kristján Pétur, bara setja hann inn í miðjuna og það kom svona ró á okkur á móti svæðinu og þá náðum við einhvern veginn svona yfirhöndin aftur í staðinn fyrir að glópra þessu niður. Kristján var sjóðheitur í kvöldi í þristofun. Já, og líka bara... Mér fannst það. Já, hann var bara fínn og svo hann bara sýndi svona ákveðnu svona leiðtogahæfni líka. Var bara rólegur á boltann, gat leyst meira heldur en eina stöðu. Kom líka bara með sterk svona varnarplay á móti Nemanja, stóramanni með Vestra. Þannig að já, hann sýndi það að hann er eldri en tvær vetur í þessu. Bæði lið voru pínu löskuð í kvöld. Það kom ekkert að sök að það var talsvert barátta þó að leikurinn var kannski ekkert sérlega skemmtilegur. Ég myndi segja, já, þetta var svona leikur, það vantaði náttúrulega bæði Ingo og Felix í okkur og svo vantaði Nebosja hjá þeim og hann er svona einn af þeirra almönnum. Leikurinn var samt svona bara þess merki að bæði liðin náttúrulega vildu vinna, við vildum lyfta dollunni. Ég held svona að Vestri eftir að hyggja þá var þeir kannski ekkert ósáttur við að hafa tapað. Þetta reynum maður alltaf að vinna en þeir fá Fjölni, ég held að vilja það frekar heldur en að fá Hamar í fyrstu umferð. Þetta var býsna skemmtilegt í leikslok. Það voru fjölmargir áhorfendur sem gerðu okkur þann stóra og skemmtilega greið að fjölmenna fyrir aftan liðið, þannig að vera þetta á svona góðri, ég segja bara fjölskyldumynd af liðinu, aðstandendum og áhorfendum. Þetta var gaman. Já, ég held að þetta sé svona eitthvað svona þar sem við þurfum að byggja á fyrir næsta vetur og sem klúbbur og að við erum svona einn stór fjölskylda og bæði leikmenn og þeir sem eru kringum þetta eru svona tilbúinu til þess að deyja fyrir klúbbinn. Þannig að bæði leikmenn eru búin að vera ótrúlega duglegir í vetur sko, þeir eru ekki bara búin að vera að æfa körfubolta, heldur eru líka búin að vera sko tæma gáma og gera allt bara til þess að halda þessu gangandi. Og svo áhorfendur eftir að baki okkur núna og hver einasti skiptir máli og núna erum við náttúrulega að fara í úrvalsdeild þannig að sko við erum að fara að keppa á móti miklu betri liðum þannig að við þurfum náttúrulega að styrkja okkur töluvert og það skiptir rosalega miklu máli að við fáum góðan stuðning frá Þórsurum og þeir séu tilbúnir að fórna sér bæði bara til þess að styðja við bakið okkur bara með öllum ráðum og það náttúrulega ef þú þarft auka leikmenn þá þarftu náttúrulega bara meira fjármagn þannig að við bara skorum á allir Þórsar að leggja þetta eitt til þess að gera Þór að stabílu liði og svona bara Akureyri á bara eiga eitt gott lið í úrvalsdeild í körfubolta. Það er ekkert flóknara en það. Það er ekkert flóknara en það. Sko við erum með góð lið í fótbolta og handbolta og að reka gott körfuboltalið það ætti bara dropi í hafið miðað við hvað gott að reka allt hitt, þannig að þetta er ekkert flókið, auðvitað eigum við að eiga gott lið í eftirdeild í körfubolta. Ertu sæmilega bjartsýnn á það að halda svona, já, ef við segja á lunganum í liðinu, verði svona megni sem verði áfram og taki slaginn við okkur? Já, ég er svona að vona það, að verði svona kjarninn í liðinu, það er náttúrulega ákveðin grunnur sem við höfum í 2001 strákunum. En svo er þetta náttúrulega bara förum við upp í úrvalsdeild og þetta er allt annað leikur sko, þetta eru stærri leikmenn, sterkari leikmenn og við þurfum náttúrulega að styrkja okkur en það sem við höfum núna er grunnurinn og við erum með stráka
sem eru bara vanir því að þeir bara þekki ekkert annað en að vinna og ég held að við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur að bara hafa eins gott lið og við getum næstu á vetur þannig að þeir bara kynnist því að vinna og alveg saman þó að þeir þurfi kannski að vera með bekkinn í 1, 2, 3 ár það bara verður hlutverk sumra það bara þannig en ef við ætlum að gera þetta eitthvað alvöru þá erum við með góðan grunn og við erum með bara mjög breiðan grunn með mörgunum lið. Og talandi það að þó að einhverju þurfi að verma bekkinn og allt þetta sko, þá þetta auðvitað í körfuboltanum eins og svo mörgum öðrum íþróttagreinum eða öllum íþróttagreinum, það þarf þolinmæði. Þetta þarf að hafa fyrir hlutunum og þarf að sýna þolinmæði til þess að komast eitthvað áfram. Já, þú þarf að sýna þolinmæði og þú veist aldrei hvenær þitt tækifæri kemur. Það getur bara allt í einu komið. Bara sem dæmi, ég meina hvað allt í einu núna í þessum leik hérna, þá Baldur örugglega að spila, ég veit ekki hvað hann spilaði, 20-30 mínútur og hann ekki búinn að koma eiginlega við sögu núna í 2 mánuði. Þú veist aldrei, ef þú leggur þig bara fram og heilt tímabilið svo langt, þannig að það getur svo margt breyst. Þannig að þeir leikmenn sem eru ungir og efnilegir og eru að bíða sínum tækifæri, þeir þurfa náttúrulega að vera þolinmóðir og þeir þurfa líka bara að sýna það að þeir séu tilbúin til þess að leggja aukalega á sig og bara vinna meira heldur en aðrir. Nú förum við bara heim og höldum áfram að njóta augnablik sem verið kvöld. Það sigurins, vera sigurvegarar og láta okkur hlakka til næsta vetur. Já, nú förum við náttúrulega að spá spugleira og láta okkur dreyma og nú tekur bara við mjög langt undirbúið tímabil. Takk fyrir spjallið og takk fyrir veturinn og gangið vel. Takk sem leiðis.